Sæl verið, Magnús Valur Pálsson heiti ég, grafískur hönnuður og myndmenntakennari og ég þakka fyrir þetta tækifæri sem ég fæ hérna á vegum Menntakveiku til þess að kynna skemmtilegt verkefni sem ég tók þátt í á síðasta skólaári á vegum LÁN, listræns ákalls til náttúrunnar. En það kom þannig til að Ásthildur Jónsdóttir sem einn af frumkvöðlum og aðalskipuleggjendum þessa mikilvæga og þarfa verkefnis leitaði til mín og hvort ég gæti komið inn í vinnusmiðju kennara sem átti að halda í Hagaskóla í ágúst þetta ár og minn þáttur var einn af fjórum. Við átti að leiða smiðju í hálfan dag og hún átti að snúast undirstöðu atriði í hönnun veggspjalda fyrir kennara til þess að byrja með. Sumir hafa velti fyrir sér hvað grafískur hönnuður sé að gera sem myndmenntakennari. Sumum finnst það kannski skrítið en fyrir mér var þetta eðlilegt og farsælt skref og kom upphaflega þannig til að eftir að ég hafði starfað grafíska hönnun í tæp 30 ár þá bauðst mér tækifæri til þess að kenna myndmennt, kom bara inn í myndmenntakennslu á miðjum vetri og heillaðist svona að þessu starfi að í framhaldinu sótti ég mér kennsluréttindi í listkennsludeild LHÍ, það sem ég útskrifaðist haustið 2013 eftir að hafa unnið kennsluefni í formi tölvuleiks ásamt 3 öðrum mastersnemum fyrir Orkuveitu Reykjavíkur og Carbfix og hef starfað óslitið við myndmenntakennslu síðan ásamt því að vinna jafnhliða sem grafískur hönnuður. Snúum okkur þá að verkefninu í Hagaskóla. Þátttakendur í vinnusmiðjunni voru tæplega 20 kennarar sem skipt var upp í nokkra hópa, svona 2-3 í hverjum hópi. Og útgangspunktur okkar til að byrja með var votlendi í náttúrunni. Við beindum athyglinni að ógnum og afleiðingu þess að spilla þessum mikilvæga hlekk í lífkeðjunni og hvað við getum lagt að mörkum til að koma í veg fyrir frekari skaða af völdum þurrkunar votlendis. Þetta gerðum við meðal annars með því að rýna í áhrif og mögulega lausnir votlendisþurrkunar með gerð sameiginlegs hugkorts. Áður en hóparnir komu sér saman leiðir til að koma hugmyndu sínum á framfæri í formi veggspjald, var ég með innlegg veggspjaldagerð í sögulegu ljósi, þar sem ég vakti meðal annars athygli á því helsta sem hafa ber í huga við framsetningu og hönnun veggspjalda. Í þessu innleggi lagði ég áherslu á hvernig myndmáli getur í mörgum tilvikum verið mun áhrifaríkara en hið talaða eða skrifaða orð. Hlustum hér á stutt dæmi. Það eru líka með mjög áhrifamikið myndmál, með sterka liti, skálínur og hendur, það getur höndunum. Hvernig hendurnar notað, þetta náttúrulega eitthvað sem hefur fylgt manninum og hans myndsköpun alveg bara frá dögum hellamálverkana. Við sjáum kannski fleiri dæmi þá eftir, hvernig svona hendurnar eru notaðar til þess að grípa athygli. Annað sem notað er til að grípa athygli einkennandi fyrir þessi 2 veggspjöld sem bæði eru mjög þekkt, annað er nú meir en 100 ára, þar sem að Sámur frændi, eða Uncle Sam, sem að fulltrúi Bandaríkja þess tíma, að kalla unga menn til þjónustu við herinn og hins vegar þessi kona sem að hnyklar vöðvana og brettur upp ermar til að fá konur til liðs við til að koma út á vinnumarkaðinn. Þetta var í seinna stríðinu þar sem að flestir karlmenn voru kannski á vígvellinum og þetta konur til að halda verksmiðjuna gangandi. Það sem einkennandi fyrir þessi 2 veggspjöld augnsambandið. Það horft beint í augun á þeim sem að horfa og þar með finnst manni eins og sé að vera að tala beint til manns.
og það mikill svona áhrifamáttur í því. Hér eru 2 verk eftir austuríska listamannin Tómi Ungerer sem var mjög frægur bæði fyrir svona ádeilu teikningar og veggspjöld sem hann gerði. Myndmáluðu þetta mjög sterkt þarna, annars vegar þetta aðskilnaðarstefnu í Suður-Afríku þar sem hvítir eru að éta upp svarta og svarta eru að éta upp hvíta og hann svona nokkurs árangurs og hins vegar það gegn Víetnam stríðinu þar sem Bandaríkjamenn eru að þröngva sér ofan í Víetnamana. Hér eru svona annars vegar veggspjald til stuðningsréttindum samkynhneigðra og svo aftur til að vekja athygli á stríði í Soweto í Afríku. Þarna sjáum við hendurnar nota líka handamarkið og byssuhlaup og svona útskórið letur. Já, fyrir þá sem hafa áhuga að kynna sér þetta efni betur þá hægt að nálgast þetta í heild á menntastefna.is. Það sem þið sáu var rúmlega 2 mínútna bútur úr 20 mínútna myndbandi. En snúum okkur nú að því hvernig tókst til með verkefni út í skólunum. Þegar leið á haustið óskuðu nokkrir skólar eftir leiðsögn í gerð veggspjalda og var bæði skemmtilegt og ekki síður áhugavert að fylgjast með vinnunni sem þar fór fram. Sú vinna fór aðalega fram í valáföngum í efstu bekkjum grunnskólanna og heimsótti ég hvern skóla í 2-3 skipti. En áður en að því kom höfðu nemendur fengið örveirulíffræðing sem kynnti fyrir þeim áhrif plastagna í lífríki sjávar. Í framhaldinu var svo unnið í samvinnu við ýmist myndmennta eða náttúrufræðikennara en ég kom að svona hugmyndavinnu og úrvinnslu veggspjaldanna sem þau í flestum tilfellum fullunnu svo með sínum öðrum kennurum. Það kom skemmtilega óvart að fylgjast með færni og hugmyndaflugi þessara nemenda Guðrúnar Gísladóttur í Vogaskóla sem hefur aukið mjög á umhverfisvitund og sjálfbærni hugsun sinna nemenda. Nemendur höfðu val að vinna einir eða í minni hópum. Það frábært að fylgjast með hvernig samtal og skipta skoðanir geta stundum leitt til óvæntrar og ófyrirsjáanlegrar niðurstöðu. Símarnir koma góðum notum og voru óspart nýttir. Hugmyndaflugið og teiknihæfileikarnir fengu að njóta sín í ýmsum myndum eins og þið sjáið. Í Háaleitiskóla, sem nú heitir víst aftur Altamýraskóli, stýru þær Þorbjörg Þorvaldsdóttir og Halla Anna nemendasmiðju þar sem mikil áhersla var lögð á hugmyndavinnu. Hugmyndirnar tók á sig hinar ýmsu myndir. Þessi nemandi teiknaði skjaldböku og plastrusl sem hún síðan færði yfir á glæru og varpaði upp með myndvarpa í stærra format. Það var nokkuð breytilegt í hvaða stærðum veggspjöldin voru unnin, en þegar þeim var lokið voru þau mynduð og keyrð út í A2 stærð. Hér má sjá áhrif frá þekktu kvikmyndaveggspjaldi ásamt himni og jörð í plastviðjum. Það má segja að þessar plastfestingar sem halda saman gos og bjórdósakippum séu orðnar að tákni fyrir plastmengun í sjónum. Þeir 3 skólar sem ég heimsótti voru Vogaskóli, Háaleitiskóli og Laugalækjarskóli, en í þeim síðastnefnda hefur farið fram öflugt umhverfisvakningastarf meðal nemenda sem margir hverjir hafa tekið mikið þátt í loftslagsmótmælunum á föstudögum á Austurvelli. Kristín Sif Jónídóttir, kennari við skólann, hafði unnið með þessum öfluga hópi áður en ég kom að vinnu þeirra við þetta verkefni. Þessi nemendur voru mjög áhugasamir og maður skynjaði mikinn eldhug, samstöðu og kraft á meðal þeirra. Loftslagsmálin brenna mjög heitt á þessari kynslóð sem nú að taka við keflinu, en þau eru lausnamiðuð og meðvituð í sinni nálgun. Þó framtíðin sé kannski ekki björt í loftslagsmálum,
þá er ekki hægt að segja annað en að seiglan og krafturinn í þessum krökkum vekur manni aukna bjartsýni á framtíðina. Að sjálfsögðu hafi COVID áhrif í þessu verkefni. Þessi myndræna framsetning sýnir að mögulega sé jörðin að refsa mannkyninu með COVID fyrir slælega frammistöðu í umhverfismálum fram til þessa. Vonandi tekst okkur að snúa við blaðinu áður en verður of seint. Frá byrjun lá það fyrir að veggspjöldin yrðu hluti af sýningum á vegum barnamenningarhátíðar í Hafnarhúsi og á Kjarvalsstöðum. Hliðarverkefni sem kom upp í tengslum við sýningarundirbúninginn var að mynda hluta þeirra sem staðið hafa að loftslagsmótmælunum á Austurvelli. Og út frá þessu ljósmyndum voru svo útbúnir standar til að sýningargestir gætu sett sig í spor mótmælenda. Í Hafnarhúsi voru veggspjöldin til sýnis ásamt fleiri verkefnum sem unnin höfðu verið á vegum LÁN. Samanlagt voru veggspjöldin 30 talsins og vekja hvert með sínum hætti athygli á þeirri vá sem jarðarbúar standa nú frammi fyrir. Hugmyndaflugi og hönnunarhæfileikum þessara ungmenna virðast engin takmörk sett. Við skulum enda þessa samantekt á stuttu spjalli sem fór fram á Kjarvalsstöðum í tengslum við opnun barnamenningarhátíðar. Takk fyrir mig. Grafískur hönnuður og grunnskólakennari, út á hvað gengur þessi sýning hér? Já, það er verið að taka saman svona kannski þverfaglega þekkingu bæði listamanna og náttúruvísindafólks og svona zoomar þetta upp það sem kemur út þegar við vinnum með börnunum og að fara fram í grunnskólum, mörgum af grunnskólum borgarinnar og mitt hlutverk hefur verið að vinna með þeim að gerð veggspjalda, svona skoða grunnina því og svona já, bara svakalega flott vinna sem hefur komið út úr þessu hjá þeim. LÁN stendur fyrir listrænt ákall til náttúrunnar. Við sjáum greinilega gegnum þessu verk að þetta er málaflokkur sem brennur á krökkunum. Það er gaman líka hvað þau hafa verið að sýna mikið frumkvæði og maður heldur kannski, þú veist, ef maður skoðar eins og til dæmis í heimi veggspjalda hvað er ekki búið að segja og segja þetta óða mikið sömu hlutin en þau einhvern veginn koma fyrst mér alveg með ferska sýn og bara einlægni og Ertu búin að koma auga á einhverja grafíska hönnuði í framtíðarinnar? Algjörlega, ég hef verið að sýna fólki þetta líka og margir trú ekki að þetta séu rauninni grunnskólabörn sem er að gera margt að þessu sko. Útkoman er alveg framar vonum. Kaupum minna drasl, náðum minna plast, erum góð í hvert af dag, allir væri það, gassum jörðina, friður alltaf það, hvernig væri það?